Postulasagan, 11. kafli. En postularnir og söfnuðirnir í Júdeu heyrðu að heiðingjarnir hefðu einnig tekið við orði Guðs. Þegar Pétur kom upp til Jerúsalem, deildu umskurnar á hann og sögðu: Þú hefur farið inn til óumskorinna manna og etið með þeim. En Pétur sagði þeim þá alla söguna frá rótum og mælti: Ég var að biðjast fyrir í borginni Joppi og sá í sýn hlut nokkurn koma niður, eins og stór dúkur væri látin síga á 4 skautum frá himni, og hann kom til mín. Ég starði á hann og hugði að, og sá þá ferfætt dýr jarðar, villidýr, skriðdýr og fugla himins, og ég heyrði rödd segja við mig: Slátra nú Pétur og et. En ég sagði: Nei, drottin, engan veginn, því að aldrei hefur neitt vanheilagt né óhreint komið mér í munn. Í annað sinn sagði rödd af himni: Eigi skalt þú kalla það vanheilagt sem Guð hefur lýst hreint. Þetta gerðist 3 sinnum og aftur var allt dregið upp til himins. Samstundis stóðu 3 menn við húsið sem ég var í, sendir til mín frá Sesareu, og andinn sagði mér að fara með þeim hiklaust. Þessir 6 bræður urðu mér einnig samferða og við gengum inn í hús mannsins. Hann sagði okkur hvernig hann hefði séð engil standa í húsi sínu sagði: Send þú til Joppi og lát sækja Símon kallast Pétur. Hann mun mæla til þín orð sem munu frelsa þig og allt heimilið þitt. En þegar ég var farin að tala, kom heilagur andi yfir þá, eins og yfir okkur í upphafi. Ég myndist á orða drottins hann sagði: Jóhannes skýrði með vatni, en þið skuluð skýrast með heilugum anda. Fyrst Guð gaf þeim nú sömu gjöf og okkur við tókum trú á drottin Jesú Krist. Hvernig var ég þá þess umkomin að standa gegn Guði? Þegar þeir heyrðu þetta, stiltust þeir, og þeir vegsumuðu Guð og sögðu: Guð hefur einnig gefið heiðingjunum kost á að snúa sér til sín og öðlast líf. Þeir sem dreifst höfðu vegna ofsóknarinnar sem varð út af Stefáni fóru allt til Fönikíu, Kýpur og Antíokkíu, en gyðingum einum fluttu þeir orðið. Nokkrir þeirra voru frá Kýpur og Kýrene, og þeir komu til Antíokkíu, tóku þeir einnig að tala til Grikkja og boða þeim fagnaðarerindið drottin Jesú. Og hönd drottins var með þeim, og mikill fjöldi tók trú og sneri sér til drottins. Og fregnin þá barst til eyrna safnaðarins í Jerúsalem, og hann sendi Barnabas til Antíokkíu. Þegar hann kom og sá hvað Guð hafði sýnt þeim mikla náð, gladdist hann og hvatti alla til að halda sér við drottin með einlægu hjarta. Barnabas var góður maður, fullur af heilugum anda og trú, og mikill fjöldi manna tók trú á drottin og bættist við söfnuðinn. Þá fór Barnabas til Tarsus að leita Sál uppi. Þegar hann hafði fundið hann, fór hann með hann til Antíokkíu. Þeir voru síðan saman heilt ár í söfnuðinum og kenndu fjölda fólks. Í Antíokkíu voru lærisveinarnir fyrst kallaðir kristnir. Á þessum dögum komu spámenn frá Jerúsalem til Antíokkíu. Einn þeirra, Agabus að nafni, steig fram og af gift andan sagði hann fyrir að mikil hungursneið myndi koma yfir alla heimsbyggðina. Kom það fram á dögum Kládíusar. Lærisveinarnir í Antíokkíu samþyktu þá að hver þeirra skildi eftir efnum senda nokkuð til hjálpar lærisveinunum sem bjuggu í Júdeu. Þetta gerðu þeir og sendu það til öldunganna með þeim Barnabasi og Sál. Postulasagan, 12. kafli. Þessar mundir lét Heródes konungur leggja hendur á nokkra úr söfnuðinum og misþyrma þeim. Hann lét höggva Jakob, bróður Jóhannesar, með sverði, og hann sá að gyðingum líkaði vel, lét hann einnig taka Pétur. Þá voru dagar ósýrðu brauðana. Þegar hann hafði handtekið hann, lét hann setja hann í fangelsi og fól 4 hermanna varðflokkum að gæta hans. Ætlaði hann eftir páska að yfirheyra hann opinberlega.
Sat nú Pétur í fangelsinu, en söfnuðurinn bað heitt til Guðs fyrir honum. Nóttina áður en Heródes ætlaði að leiða hann fram, svaf Pétur milli tveggja hermanna, bundinn 2 fjötrum, og varðmenn fyrir dyrum úti gættu fangelsisins. Allt í einu stóð engill drottins hjá honum og ljós skein í klefanum. Laust hann á síðu Pétri, vakti hann og mælti: Rís upp skjótt, og fjötrarnir féllu af höndum hans. Þá sagði engillinn við hann: Girð þig beltinu og bind á þig skóna. Hann gerði svo. Síðan segir engillinn: Far þú í yfirhöfn þína og fylg mér. Hann gekk út og fylgdi honum. En ekki vissi hann að það var raunverulegt sem gerst hafði við komu engilsins. Hann hélt sig sjá sýn. Þeir gengu nú fram hjá innri og ytri verðinum og komu að járnhliðinu sem farið til borgarinnar. Laugst það upp af sjálfu sér fyrir þeim. Þeir fóru út það og gengu eitt stræti, en þá hvarf engillinn allt í einu frá honum. Þegar Pétur kom til sjálfs sín, sagði hann: Nú veit ég sannlega að Drottinn hefur sent engil sinn og bjargað mér úr hendi Heródesar og frá öllu því sem gyðingar ætluðu sér. Og hann hafði áttað sig, gekk hann að húsi Maríu, móður Jóhannesar kallast Markús. Þar höfðu margir safnað saman og voru á bæn. Pétur knúði hurð fordyrisins og stúlka að nafni Róde gekk til dyra. Þegar hún þekkti málróm Péturs, gáði hún eigi fyrir fögnuði að ljúka upp fordyrinu, heldur hljóp inn og sagði að Pétur stæði fyrir dyrum úti. Þau sem inni voru, sögðu við hana: Þú ert frávita. En hún stóð fast á því að svo væri sem hún sagði. Það þá engill hans, sögðu þau. En Pétur hélt áfram að berja og þegar þau luku upp, sáu þau hann og urðu furðu lostin. Hann benti þeim með hendinni að vera hljóð, skýrði þeim frá hvernig Drottinn hafði leitt hann út úr fangelsinu og bað þau segja Jakobi og bræðrunum frá þessu. Síðan gekk hann út og fór á annan stað. Þegar dagur rann, kom ekki lítið fát á hermennina út af því hvað af Pétri væri orðið. Heródes lét leita hans en fann hann ekki. Hann lét þá yfirheyra varðmennina og bauð síðan að taka þá af lífi. Síðan fór hann úr Júdeu niður til Sesareu og sat þar kyrrt. Heródes hafði verið harla gramur Tyrverjum og Sídóningum. Komu þeir saman á fund hans, fengu Blastus, stallara konungs, til fylgis við sig og báðust friðar, en land þeirra var háð landi konungs vistaföng. Á tilsettum degi klæddist Heródes konungsgrúða, settist í hásæti og flutti þeim ræðu. En fólkið kallaði: Guðs rödd þetta en eigi manns. Jafnskjótt laust engill drottins hann, sökum þess að hann gaf ekki Guði dýrðina. Hann var étinn upp af ormum og dó. En orð Guðs eldist og breiddist út. Barnabas og Sál sneru aftur frá Jerúsalem að loknu erindi sínu og tóku með sér Jóhannes, öðru nafni Markús. Postulasagan, 13. kafli. Í söfnuðinum í Antíokkíu voru spámenn og kennarar. Þar voru þeir Barnabas, Símeon, nefndur Níger, Lúkius frá Kýrene, Manaen, samfóstri Heródesar fjórðungstjóra og Sál. Eitt sinn þeir voru að þjóna drottni og föstuðu, sagði heilagur andi: Takið frá mér til handa þá Barnabas og Sál til að vinna það verk sem ég hef kallað þá til. Síðan föstuðu þeir og báðust fyrir, lögðu hendur yfir þá og létu þá fara. Þeir fóru nú, sendir af heilugum anda, til Selefkíu og sigldu þaðan til Kýpur. Þegar þeir voru komnir til Salamis, boðuðu þeir orð Guðs í samkönduhúsum gyðinga. Höfðu þeir og Jóhannes til aðstóðar. Þeir fóru alla eina, allt til Pafos.
Þar fundu þeir töframann nokkurn og falsbámann, gyðing hét Bar-Jesús. Hann var hjá landstjóranum Sergiusi Páli, hyggnum manni, sem hafði boðað þá Barnabas og Sál á fund sinn og fýsti að heyra Guðs orð. Gegn þeim stóð Elímas, töframaðurinn, en svo nafn hans útlagt. Reyndi hann að koma í veg fyrir að landstjórinn tæki trú. En Sál, sem og nefndur Páll, hvessti á hann augun og sagði fylltur heilugum anda: Þú djöfuls sonur, fullur allra véla og flærðar, óvinur alls réttlætis, ætlar þú aldrei að hætta að rangsnúa réttum vegum drottins. Nú hönd drottins reidd gegn þér og þú munt verða blindur og ekki sjá sól tíma. Jafnskjótt féll yfir hann þoka og myrkur og hann reikaði og leitaði einhvers til að leiða sig. Þegar landstjórinn sá þennan atburð varð hann gagntekinn af kenningu drottins og tók trú. Þeir Páll lögðu út frá Pafos og komu til Perge í Pamfilíu, en Jóhannes skildi við þá og sneri aftur til Jerúsalem. Sjálfir héldu þeir áfram frá Perge og komu til Antíokkíu í Pisidíu, gengu á hvíldardegi inn í samkunduhúsið og settust. En eftir upplestur úr lögmálinu og spámönnunum sendu samkundustjórarnir til þeirra og sögðu: Bræður, ef þið hafið einhver hvatningarorð til fólksins, takið þá til máls. Þá stóð Páll upp, benti til hljóðs með hendinni og sagði: Ísraels menn og aðrið þið sem óttist Guð, hlýðið á. Guð Ísraelsmanna útvaldi forfeður vora og lét þjóð vora dafna í útlegðinni í Egyptalandi. Með upplyftum armi leiddi hann hana út þaðan og annaðist hana í eyðimörkinni nærri 40 ár. Hann stökkti burt 7 þjóðum úr Kanaans landi og gaf henni land þeirra til eignar. Svo stóð 450 ára skeið. Eftir það gaf hann henni dómara allt til Samúels spámanns. Síðan bað hún konung og Guð gaf henni Sál Kísson, mann af Benjamins ætt. Hann ríkti 40 ár. Þegar Guð hafði sett hann af, hóf hann Davíð til konungs yfir henni. Hann vitnaði hann: Ég hef fundið Davíð, son Ísai, mann eftir mínu hjarta, gera mun allan vilja minn. Guð hét því að senda Ísrael frelsara af kyni hans og það Jesús. En áður en hann kom fram, boðaði Jóhannes öllum Ísraelsmönnum að taka sinnaskiptum og láta skýrast. Þegar Jóhannes var að enda skeið sitt, sagði hann: Hvern hyggið þið mig vera? Ekki ég hann. Annar kemur eftir mig og ég eigi verður þess að leysa skóna af fótum honum. Bræður, niðjar Abrahams og aðrir ykkar á meðal sem óttast Guð. Okkur sent orð þessa hjálpræðis. Þeir sem í Jerúsalem búa og höfðingjar þeirra þekktu hvorki Jesú né skildu orð spámannanna hann, þótt þau séu lesin upp hvern hvíldardag, en uppfylltu þau þegar þeir dæmdu hann til dauða. Þótt þeir fyndu enga dauðasök hjá honum, báðu þeir Pílatus að láta lífláta hann. En þeir höfðu fullnað allt sem hann var ritað, tóku þeir hann ofan af krossinum og lögðu í gröf. En Guð vakti hann frá dauðum. Marga daga birtist hann þeim sem með honum fóru frá Galileu upp til Jerúsalem, og þeir nú vottar hans hjá fólkinu. Og við flytjum ykkur þau gleðiboð að fyrirheitið sem Guð gaf feðrum vorum, hefur hann efnt við okkur börn þeirra með því að reisa Jesú upp. Svo ritað í öðrum sálminum: Þú ert sonur minn, í dag hef ég fætt þig. En það að hann reisti hann frá dauðum, svo að hann hverfur aldrei aftur í greipar dauðans, hefur hann talað þannig: Yður mun ég veita heilögu óbrigðulu fyrirheitin sem Davíð voru gefin. Á öðrum stað segir:
Eigi munt þú láta þinn heilaga rotna í gröf. Davíð þjónaði sinni kynslóð að Guðs ráði. Síðan sofnaði hann, safnaðist til feðra sinna og líkami hans rotnaði. En sá sem Guð uppvakti, rotnaði ekki. Það skuluð þið því vita, bræður og systur, að ykkur fyrir hann boðuð fyrirgefning syndanna og að sérhver trúir réttlætist í honum af öllu því lögmál Móse gat ekki réttlætt ykkur af. Gæti nú þess að eigi komið það yfir ykkur sem sagt hjá spámönnunum. Sjáið, þér spottarar, undrist og verðið að engu, því að verk vinn ég á dögum yðar. Verk sem þér alls ekki myndu trúa þótt einhver segði yður frá því. Þegar Páll og Barnabas gengu út, báðu menn að mál þetta yrði rætt við þá aftur næsta hvíldardag. Og samkomunni var slitið, fylgdu margir gyðingar og guðræknir menn sem tekið höfðu trú gyðinga, þeim Páli og Barnabasi. En þeir töluðu við þá og brýndu fyrir þeim að halda sér fast við náð Guðs. Næsta hvíldardag komu nálega allir bæjarmenn saman til að heyra orð Drottins. En gyðingar litu mannfjöldan, fylltust þeir ofstæki og mæltu gegn orðum Páls með guðlasti. Páll og Barnabas svöruðu þá einarlega. Svo hlaut að vera að orð Guðs væri fyrst flutt ykkur. Þar sem þið nú vísið því á bug og metið sjálfa ykkur ekki verða eilífs lífs, þá snúum við okkur nú til heiðingjana. Því að svo hefur Drottinn boðið okkur. Ég hef sett þig til að vera ljós heiðinna þjóða, svo að þú sért hjálpræði allt til endimarka jarðar. En þegar heiðingjar heyrðu þetta, glöddust þeir og vegsumuðu orð Guðs, og allir þeir sem ætlaðir voru til eilífs lífs tóku trú. Og orð Drottins breiddist út allt héraðið. En gyðingar æstu upp guðræknar hefðarkonur og fyrirmenn borgarinnar, vöktu ofsókn gegn Páli og Barnabasi og ráku þá burt úr byggðum sínum. En þeir hristu dustið af fótum sér móti þeim og fóru til Íkoníum. En lærisveinarnir voru fylltir fögnuði og heilugum anda. Postulasagan, 14. kafli. Í Íkoníum gengu þeir á sama hátt inn í samkundu gyðinga og töluðu þannig að mikill fjöldi gyðinga og Grikkja tók trú. En gyðingar sem ekki vildu trúa vöktu æsing með heiðingjum og illan hug gegn kristnum mönnum. Páll og Barnabas dvöldust þar allangan tíma. Þeir töluðu einarðlega í trausti til Drottins og hann staðfesti orð náðar sinnar með táknum og undrum sem hann gaf þeim að gera. Skiptust nú borgarbúar í 2 flokka og voru sumir með gyðingum, aðrir með postulunum. Heiðingjar og gyðingar ásamt forystumönnum sínum gerðu þá samblástur að misþyrma þeim og grýta þá. Postularnir komust að þessu og flýðu til borgarna Lýstru og Derbe í Líkaóníu og héraðsins þar umhverfis. Þar héldu þeir áfram að flytja fagnaðarerindið. Í Lýstru var maður nokkur máttvana í fótum, lami frá móðurlífi og hafði aldrei getað gengið. Maður þessi hlýddi á mál Páls, en Páll horfði á hann og sá að hann hafði trú til þess að verða heill og sagði hárri raustu: Rís upp og stattu í fæturna. Maðurinn spratt upp og tók að ganga. Múgurinn sá hvað Páll hafði gert og tók að hrópa á líkaónsku: Guðirnir eru í manna líki stignir niður til okkar. Kölluðu þeir Barnabas Seif en Pál Hermes, því að hann hafði orð fyrir þeim. En prestur í hofi Seifs utan borgar kom með naut og kransa að borgarhliðunum og vildi færa fórnir ásamt fólkinu. Þegar postularnir Barnabas og Páll heyrðu þetta, rifu þeir klæði sín, stukku inn í mannþröngina og hrópuðu: Menn, hví gerið þið þetta?
Við erum menn eins og þið og flytjum ykkur þann fagnaðar boðskap að þið skulið hverfa frá þessum fánýtu goðum til lifanda Guðs sem skapaði himinn, jörð og haf og allt sem í þeim er. Hann hefur liðnar aldir leyft að sérhver þjóð gengi sína vegu. En þó hefur hann vitnað sjálfan sig með velgjörðum sínum. Hann hefur gefið ykkur regn af himni og uppskerutíðir. Hann hefur veitt ykkur fæðu og fyllt hjörtu ykkar gleði. Með þessum orðum fengu þeir með naumindum fólkið ofan af því að færa þeim fórnir. Þá komu gyðingar frá Antíokkíu og Íkoníum. Töldu þeir fólkið á sitt mál og menn grýttu Pál, drógu hann út úr borginni og hugðu hann dáinn. En lærisveinarnir slógu hring hann og reis hann þá upp og gekk inn í borgina. Daginn eftir fór hann þaðan með Barnabasi til Derbe. Þegar þeir höfðu boðað fagnaðarerindið í Derbe og gert marga að lærisveinum, sneru þeir aftur til Lýstru, Íkoníum og Antíokkíu, styrktu lærisveinana og hvöttu þá til að vera staðfastir í trúnni. Þeir sögðu: Við verðum að þola margar þrautir áður en við komumst inn í Guðs ríki. Þeir völdu þeim öldunga í hverjum söfnuði, fólu þá síðan með föstum og bænahaldi drottni sem þeir höfðu fest trú á. Þá fóru þeir Pisidíu og komu til Pamfílíu. Þeir fluttu orðið í Perge, fóru til Attalíu og sigldu þaðan til Antíokkíu. En þar höfðu þeir verið faldir náð Guðs til þess verks sem þeir höfðu nú fullnað. Þegar þeir voru þangað komnir, stemdu þeir saman söfnuðinum og greindu frá hversu mikið Guð hafði látið þá gera og að hann hefði opnað heiðingjum dyr trúarinnar. Dvöldust þeir nú allengi þar hjá lærisveinunum. Postulasagan, 15. kafli. Þá komu menn sunnan frá Júdeu og kenndu bræðrunum: Ef þið látið ekki umskerast að sið Móse, getið þið ekki frelsast. Var mikil misklíð og þræta milli þeirra og Páls og Barnabasar og réðu menn af að Páll og Barnabas og nokkrir þeirra aðrir færu á fund postulana og öldungana upp til Jerúsalem vegna þessa ágreinings. Söfnuðurinn bjó síðan ferð þeirra og fóru þeir Fönikíu og Samaríu og sögðu að einnig heiðingjar hefðu snúið sér til Guðs og vöktu mikinn fögnuð meðal allra trúaðra. Þegar þeir komu til Jerúsalem tók söfnuðurinn á móti þeim og postularnir og öldungarnir og skýrðu þeir frá hversu mikið Guð hefði látið þá gera. Þá risu upp nokkrir úr flokki fariseja trú hefði tekið og sögðu: Þá ber að umskera og bjóða þeim að halda lögmál Móse. Postularnir og öldungarnir komu nú saman til að líta á mál þetta. Eftir mikla umræðu reis Pétur upp og sagði við þá: Bræður, þið vitið að fyrir löngu valdi Guð mig úr ykkar hópi til að boða heiðingjum fagnaðarerindið, svo að þeir fengju að heyra það og taka trú. Og Guð sem hjörtun þekkir bar þeim vitni, hann gaf þeim heilagan anda eins og okkur. Engan mun gerði hann á okkur og þeim, hann hreinsaði hjörtu þeirra með trúni. Hví freistið þið nú Guðs, með því að leggja þær byrðar á lærisveinana, hvorki feður vorir né við megnuðum að bera. Við trúum þó því að við verðum hólpnir fyrir náð drottins Jesú á sama hátt og þeir. Þá sló þögn á allan hópinn og menn hlýddu á Barnabas og Pál, þeir sögðu frá hve mörg tákn og undur Guð hafði leyft þeim að gera meðal heiðinna þjóða. Þegar þeir höfðu lokið máli sínu sagði Jakob: Bræður, hlýðið á mig. Símon hefur skýrt frá hvernig Guð sá til þess í fyrstu að hann eignaðist líð meðal heiðinna þjóða bæri nafn hans. Í samræmi við þetta orð spámannanna svo sem ritað: Eftir þetta mun ég aftur koma og endurreisa hina föllnu tjaldbúð Davíðs.
Ég mun reisa hana úr rústum og gera hana upp aftur, svo að mennirnir sem eftir eru leiti drottins. Allir heiðingjarnir sem nafn mitt hefur helgað, segir drottin, sem gerir þetta kunnugt frá eilífð. Ég lít því svo á að eigi skuli íþyngja heiðingjum þeim sem snúa sér til Guðs. Heldur rita þeim að þeir haldi sig frá öllu sem flekkað er af skurðgoðum, frá saurlifnaði, frá kjöti af köfnuðum dýrum og frá blóði. Frá fornu fari hafa menn prédikað Móse í öllum borgum. Hann er lesin upp í samkundunum hvern hvíldardag. Postularnir og öldungarnir ásamt öllum söfniðinum samþyktu þá að kjósa menn úr sínum hópi og senda með Páli og Barnabasi til Antíokkíu. Þeir völdu þá Júdas kallaður var Barsabas og Sílas forystumenn í söfniðinum. Þeir rituðu með þeim. Postularnir og öldungarnir, bræðuriðar, senda kristnum mönnum í Antíokkíu, Sýrlandi og Kilikíu áður voru heiðnir kveðju sína. Vér höfum heyrt að nokkrir frá oss hafi óróað yður með orðum sínum og komið róti á hugi yðar án þess vér hefðum þeim neitt boðið. Því höfum vér einróma ályktað að kjósa menn og senda til yðar með vorum elskuðu Barnabasi og Páli, mönnum lagt hafa líf sitt í hættu vegna nafns drottins vors Jesú Krists. Vér sendum því Júdas og Sílas og boða þeir yður munnlega hið sama. Það ályktun heilags anda og vor að leggja ekki frekari byrðar á yður en þetta sem nauðslegt að þér haldið yður frá kjöti fórnað hefur verið, skurðgoðum, blóði, kjöti af köfnuðum dýrum og saurlifnaði. Ef þér varist þetta, gerið þér vel. Verið sælir. Þeir voru nú sendir af stað og komu norður til Antíokkíu, kölluðu saman söfnuðinn og afhentu bréfið. Þegar menn lásu það urðu þeir glaðir yfir þessari uppörfun. Júdas og Sílas sem sjálfur voru spámenn, hvöttu bræðurna og systurnar með mörgum orðum og styrktu þau. Þegar þeir höfðu dvalist þar hríð, hvöttu þeir þau og báðu þeim friðar og héldu aftur til þeirra sem höfðu sent þá. En Páll og Barnabas héldu kyrru fyrir í Antíokkíu, kenndu og boðuðu ásamt mörgum öðrum orð drottins. Eftir nokkra daga sagði Páll við Barnabas: Förum nú aftur og vitjum trúsystkynanna í hverri borg þar sem við höfum boðað orð drottins og sjáum hvað þeim líður. Barnabas vildi þá líka taka með Jóhannes kallaður var Markús. En Páli þótti eigi rétt að taka með þann mann skilið hafði við þá í Pamfilíu og ekki gengið að verki með þeim. Var þeim mjög sundurorða og skildi þar með þeim. Tók Barnabas Markús með sér og sigldi til Kýpur. En Páll kaus sér Sílas og fór af stað og fól söfnuðurinn hann náð drottins. Fór hann Sýrland og Kilikíu og styrkti söfnuðina.